Það er 6,3, 6,8, 6,4, 6,4 og 6,5. Takk fyrir það. Þá er hún Júlía Björg Kabæ Knudsen komin með hana Medínu frá Ármóti, 9 vetra brúna, undan Váki frá Vassenda og Sæmd frá Kálfhóli 2. Vertu velkomin Júlía. Þú gefur okkur greinlegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Þá var hún Júlía mætt og hún ætla að sýna okkur ásamt hestinum sínum óbeinsniðganga tölti, slagtöma tölt, framfótasnúning á féti og áttu á tölti. Hún var vanlega búin að hneigja sig. Elín, sástu það? Já, hún hneigði sig bara miðja skamlið. Já. Ætlar að byrja, sýnist mér á hægu tölti. Já. Hvað fannst þér það? Þetta bara á fínu hægu tölti, takt gott og jaft svona nokkuð og svona góðum hraða. Það kemur hérna opinn til vinstri. Sko það sem ég sé strax hér aðeins það er svolítið mikil sveigja í hálsinum og lítið sveigja í skrokknum. Það er svona aðeins til frádráttar og svona aðeins ójöfn. Þannig það er svona kannski eitthvað sem allan stakk strax í auga á mér en hélt svona takti og svona og það var allan smá snið en svona almennt finnst mér hér hún svona aðeins það sem við köllum stundum í dómgæslu eins út í og út úr æfingu þannig að stundum kemur út í snið þá smiðið aftur minna jafnvel farið og svo aftur þannig að það svona aðeins til frádráttar líka svona það var svona allan að hélt á tölti og svo var hann komið smá snið en það var svona aðeins kannski svona til frádráttar í þessu svona hvernig tókst til í þessu tilfelli hér sem þarf ekki til að vera það sem yfirleitt í gangi þegar við að þjálfa heima sko. Akkurat. Það er náttúrulega líka bara gríðarlega erfitt að koma inn í höll og náttúrulega sína slagtömmafall og sína æfingu á miðlínu með einhverjum stuðning. Allt í einu komni dómarar að líka og áreiti á utan henni. Já, nú þyrftum að slaka tönnum lítið betur það ekki? Jú, ég finnst svona lengi þess svolítið mikið og tömmin svona nokkuð slakur en ég myndi vilja sjá á hann svona knappinn væri að vera meira ró í þessu og svona jafnari rissan ég heldur sé hans betur og tömmin væri svona alveg slakur. Og svona byrri held ég í lagi en svona var í senastu lagi mér að sleppa tömmu en þú nefndir áðan þá þurfa ég að sýna þetta úr miðju skamhlið. Já. Þannig að nú förum við í framfótasnúningin. Gekk fínt og náði að færa afturpartinn hérna undan. Já. Og framparturinn var svona nokkuð en á svona ganga kannski vera í staði svona ganga á litlum hring og það gengur vel. Mér finnst þessi jafnvel ennþá betri, hérna var hrísarinn svona jafnari bæði líkamsbeitingu og takti. Já. Náttúrulega hrossi að svona kvelva sig líka svolítið gegnum þessa æfingu og hjálpa okkur með það sem við kalla að sækja afturfætunar í raun og bara virkja afturfætunar og hérna fá þannig aðeins virkni og jafnvel söfnunin í hrossið. Svona 8 á tölti. Gekk hún ekki bara frekar vel, Elín? Jú, hún gekk frekar vel. Baugarnir gengur vel. Hún náði kannski ekki alveg réttan og svona upp á milli. En bara frekar góð æfing. Já. Og hann skjárinn fyrir framan hjá mér, hann svo hann ekki alveg eins vel. Já. Kemur bara býsna fín stökk. Kraftmikið stökk. Litar aðeins brokkja gangskiptinginni í brokk. Það er 1 mínúta. Hefði geta verið svona skarpari. Já. Svona aðeins hlaupandi, reyna að hlaupa sig í jafnvægi en gengur fín gangtegund hins vegar. Já.
Ég held það, en svona aðeins, og við sammála því hún var svona ójöfn svona í gegnum það. Svo kemur bara þetta góða tölt. Þú veist aðeins jafnvægi þarna í beyginu akkurat þegar ég sagði þetta. Já. En hún er stórgóð þegar hún er á beinakaflanum. Alveg virkilega flott hérna. Mýkt og skreflengt og bara fallegt tölt. Já. Það sem að svona hún reið væri gegnum bena og svona kannski sýnsvonlegt að hægja hans á henni ef það var svona vandamál. Já. En það er náttúrulega kannski dómar að sjá þetta alveg að hún hafi hans hægt á og fór ekki alveg á greiðutöldi gegnum beygjuna. Allavega greiðutöldi, þannig að ég held ekki að hafi stórkostleg áhrif. Takk fyrir þetta, Júlía og Medina. Svona til frádráttar ef eitthvað svona aðeins. Ida og Marín, Ida Mekkin og Marín hlutu 6,43 hér fyrir sína sýningu hérna áðan.